Halldór, hvað er svona vonir, væntingar fara menn út með í mótið? Já, fyrst og fremst þetta er að ætlum við okkur að tryggja okkur inn á næsta stórmót. Við brennum kannski svolítið blind í sjóinn. Strákarnir lentu í U19 síðast í 19. sæti, þannig að við ætlum allan að gera betur en það. En með Úkraínumenn í fyrsta leik, við sem betur verðum búin að redda efni með þeim, þannig að við förum ekki alveg blind í sjóinn með þá. En það er erfitt að meta styrkleikana á Úkraínu og Póllandi en ég var nú að klippa Svíana í gærkvöldi og búinn að sjá leikina þeirra á móti Dönum núna í mótinu daginn og þeir eru mjög sterkir. Þannig að það er erfitt að segja, við erum bara spenntir að þetta sé að koma og byrja og strákarnir auðvitað líka. Það er aðalatriðið. Og það er svona kannski mörguleyti ágætt að byrja á móti Úkraínu sem er svona talin lagast af þessum 4 liðum í riðlinum með styrkleikaröðuna þegar dregið var. Já, það er alltaf auðvitað og var auðvitað líka bara frábært að við gátum fengið 2 leiki með þeim núna sem spiluðum síðustu helgi. Þannig að það er alltaf jákvæðara. Við höfum verið í erfiðleikum að fá leiki frá Póllandi. Við vitum að þeir voru að spila í Ungverjalandi en það er erfitt að sannfara Austantjaldsþjóðunum það að deila leikjum. En þó við höfum verið með innanbúðarmenn í Ungverjalandi til þess að reyna þá var það ekki möguleiki en við sem betur verið þá sjáum við Svíþjóð og Pólland í seinna daginn á móti okkur og getum farið yfir hann og leikreind og allt það en þetta er alltaf bara, þú veist, fyrstu leikirnir eru alltaf bara svolítið svona, maður fer svolítið út í djúpulaugina og veit ekki hvað en svona að við sem við höldum allan að eiga Úkraínumenn að vera kannski slakasta liðið í riðlinum. Og þú segir að þetta sé svona mikilvægur áfangi líka að HM á næsta ári eða hvað? Já, það er raun og veru að því að HM er í Póllandi á næsta ári þá eru fyrstu 15 þjóðurnar sem fara áfram á HM. Það verða 16 þjóður frá Evrópu og það er bara aðalatriði. Það er bara fyrsta atriði er að tryggja sér inn á það og það er svona helsta markmiðið okkar og svo verðum við þetta bara að sjá hvernig mótið þróast og fyrsti leikurinn er alltaf mikilvægasti leikurinn og við verðum svona vonandi að við fáum jafna frammistöðu og Svíarnir eru mjög sterkir, þeir voru fyrir 2 árum síðan í öðru sæti á EM en í þessum aldursflokki en aftur á móti náðu ekki nógu góðu móti á HM í fyrra en þannig að það er stutt á milli, það er aðalatriðið að við byrjum vel og við náum góðu rytma í liðið og þá sjáum við hvernig framhaldið verður svo.